svona nokkuð veginn eins og maður bjóst við. Þetta er mikil barátta og bæði liðin náttúrulega bara sísonur undir hjá báðum liðum. Þannig að það var mikil barátta og töluvert mistök. Mjög mikið af varnarmistökum hjá okkur sem kostaði okkur ómörg stig. Þeir skora 80 stig og mörg af þessum stigum voru auðvelt. Þannig að það er svona kannski mikilvægast í svona. Þeir eru bara 4 bestu liðin fara í úrslit. Við höfum okkar tækifæri, við höfum 28 leiki og við vorum ekkert að klúra þessu hérna í dag. Auðvitað hefðum við getað tryggt okkur í úrslitakeppni. Það voru margir leikir sem töpuðust hjá okkur á lokasekúndunum. Við töpuðum 3 leikjum fyrir jól í framlengingu á móti þessu liðum, Haukum og Keflavík og Grindavík sem eru bara þarna, þá væri staðan aðeins öðruvísi fyrir okkur. Það voru mjög dýr stig. Nú voruð við yfir í hálfleik. Ég reyndar í mjög jöfnum leik, verið að segja. Hvað heldur að hafa verið svona aðalega í seinni hálfleiknum eða í 3. eða 4. Það sem að botninn datt úr og Grindavík komst ekki bara jafnaði ykkur, heldur komst aðeins yfir? Við vorum eiginlega bara kannski hálfgerð klaufar og ekki meiri yfir í hálfleik. Við náðum góðu rönni hérna í lok annan leikluta og svona Petra svaraði því með 2 þristum og sem veldur því að við erum ekki meiri yfir. Við höfum þá verið svona 10-12 stigum yfir í hálfleik ef hún hefði ekki gert það. Og síðan í seinna leik þá byrjuðum við ágætlega og við komumst ykkur 7-8 stigum yfir. Síðan svona kannski fyrir við að horfa mikið á töfluna og hugsa kannski mikið í staðinn fyrir að halda bara áfram að spila og gera það sem gekk vel. Kannski aðeins að þér persónulega. Líður vel á Hlíðarenda? Ég er náttúrulega uppalinn Valsari og er þaðan en ég hef náttúrulega verið annar staðar og þannig að það var alveg blóð í mér og það er svona kannski Sérðu þið fara eitthvað annað næsta haust eða? Maður veit bara ekki, sko. Núna er þetta bara allt óljóst. Ég er náttúrulega bara að klára á kartnarliði í gær, við vorum að sjá kvennalið í dag, þannig að við erum ekkert farin að ræða það svona alvarlega. En ég væri rosa til í að sjá körfuna í Val, gera meira, en þrátt fyrir það þá hafa undanfarin ár verið mjög góð í körfunni í Val. Kvennalið, við erum búin að vera með topp kvennalið undanfarin 4 ár. Lið sem hefur verið í toppbaráttu og karlalið sem hefur spilað í úrvalsdeild 2 ár á síðustu 4 og sem er bara ágætt mælikvarði svona miðað við síðustu 10-15 ár í Val, eða jafnvel 20 ár. En við viljum auðvitað meira og ég tel að við eigum að geta gert miklu betur á Hlíðarenda. Þetta er það stórt félag og... Þig langar í tækifæri til þess að halda áfram að byggja ofan á þetta, kannski, ef við skiljum þig? Já, kannski bara... Ég myndi vilja fá fleiri í liðinu hér. Fleiri Valsar í lið og fá fleiri kannski trú á það verkefni að það sé hægt að byggja góðan körfubolta á Hlíðarenda og ég held að það er bara mjög gott fyrir körfuna í landinu.